Áður, Óskar, fyrirgefðu. Velkomin til Guðsþjónustar hér á hvítasunnu kvöldi í Lindakirkju. Þetta ein af stóru hátíðunum okkar í kirkjunni og kölluð hátíð heilags anda. Og það verður þemað í kvöld, við ætlum að fjalla andan heilaga. Og mér langar aðeins að byrja, ég man einu sinni þegar ég var frekar nýbyrjaður hérna, þá var ég að hugsa þennan texta og í rauninni velta því fyrir mér að andinn gjöf. Og það neyðir engan andan upp á okkur, við þurfum hins vegar að opna hjart okkar fyrir anda Guðs til þess að hleypa honum inn. Og ef við gerum það ekki, þá gerist mjög lítið í okkar lífi tengt andanum. Og þegar ég var að hugsa þetta, þá fór ég og var nýbúinn að kaupa mér hjól sem var með svona frönskum ventli, sem einhver versta uppfinning sem hefur fundin upp. En þess að hann passaði eiginlega hvergi þessi ventil. Og þegar ég hjólaði og þurfti að pumpa í, þá fór ég inn á bensínstöð, að þá áttuður ekki, millist ekki fyrir franska ventilinn. Og þá var það bara þannig að ég var með hjólið, ég var með andan eða loftið, en ég gat ekki komið í saman, af því ég var með rangan ventil. Þannig að ég lét síðan skipta, ég var svo þreyttur á þessu og fekk bara svona venjulegan ventil eftir það. Og þá lendi ég ekki í vandræðum. En ég að segja þessu sögu því að mér langar aðeins til að hugsa ykkur, þegar þið komið í kirkju kvöld og í lífinu, við þurfum að opna og vera með réttu tenginguna við Guð ef við viljum að Guð verði til einhvers fyrir líf okkar. En við skulum hefja þessa stund að því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Svo förum við með upphafsbænina. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Og þá fáum við lag sem að Óskar samdi og lýsir þessum veruleika sem andinn getur gefið okkur. Þvílíkur friður heitir þetta fallega lag. Thank you.
þá förum við saman með miskunnarbænina. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Og þá bið ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa á sætum. Dýrð sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Og við fáum núna annað lag áttir reyndar að koma upp en þetta. Já. Það fylgdi með þegar ég var að taka upp úr vassanum á hann. En við ætlum að syngja lagin Áslaugar, Helgi. Jú, þetta er að hefðbundna en hún samdi þennan fallega dýrðarsöng sem að hún syngur nú fyrir okkur. Skiptum bara gleru. Og þið megið líka bara alveg setjast á meðan ef þið lofið að syngja með. Dýr sé Guði, dýr sé Syninum, á himni sem á jörðu, að eilífu. Aldir alda, dýr sé Andanum, Föður vor á himnum, heilögum. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þig, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, aldir að eilífu, amen. Þitt er ríkið, þinn er mátturinn, á jörðu sem á himni, að eilífu. Dýr sé Guði, Föður Syninum og heilögum Anda. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, aldir að eilífu, amen. Gloria in excelsis Deo et in terra paz. Gloria in excelsis Deo et in terra paz. Dýr sé Guði, dýr sé Syninum, á himni sem á jörðu, að eilífu. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn.
valdir að eilífu. Amen. Faðir minn, Faðir á himnum, lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, valdir að eilífu. Amen. Þá heyrum við texta þessa dags og fyrst það úr Sálmunum og við erum að hlusta eftir andanum. Hér segir: Hversu mörg eru verk þín, Drottinn? Þú vannst þau öll af speki, jörðin eru full af því sem þú hefur skapað. Öll vona þau á þig, að þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú gefur þeim og þau tína. Þú lýkur upp hendi þinni og þau mettast gæðum. Þú byrgir augliti þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til og þú endur nýjar ásjónu jarðar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og svo úr fyrra Kórinthubréfi: En við höfum ekki hlotið anda heimsins, heldur andan sem frá Guði, til þess að við skulum vita hvað Guð hefur gefið okkur. Enda segjum við það ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem andi Guðs kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Jarðbundinn maður hafnar því sem andi Guðs boðar, honum það heimska. Hann getur ekki skilið það af því að andinn veitir skilningin. En sá sem hefur andan dæmir allt en enginn getur dæmt hann. Því að hver hefur þekkt huga Drottins að hann geti frætt hann? Eða höfum við huga Krists? En við höfum huga Krists. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Skalt
Þá bið ég ykkur á nýjan leik sem eigið auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt guðspjall sem skrifað hefur guðspjallamaðurinn Jóhannes. Jesús segir: Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum, því hann sér hann ekki né þekkið. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar, innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munu sjá mig því að ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau sá elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér Kristur. Og við stöndum áfram og játum okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Þá fáum okkur aftur sæti og næst ætlum við að fá tónlistaratriði og það er gaman að segja frá því að það er strákur sem að fermdist hérna hjá okkur fyrir nokkurum árum og bróðir hans er líka fermdur hérna. Hann er úr HK-hverfinu og heitir Baltasar. Hann er líka tónlistarmaður og hefur komið fram undir nafninu Balti Gull og gefið út nokkur lög sem hafa náð miklum vinsældum meðal hans á FM 957 og víðar og hann er að vinna í nýrri plötu. Það sem ég finnst svo skemmtilegt er að hann hefur alltaf leitað svolítið í kirkjuna og andinn snert við honum eins og mörgum og svona, við hefum átt djúpar og góða samræður hvað bænin getur hjálpað okkur. En hann ætla bara að láta lagið sér tala eða ekki, viltu bæta einhverju við? Já, þetta er sem sagt bara lag heilagan anda og hvernig það er best að sleppa tökunum og leyfa Guð að sjá um þetta. Lát ekki hið illa sigra þig, heldur sigra þú illt með góðu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Ég fer niður altarið, komin til að fá þeim frið. Þetta snýst miklu meira, Guð leyfir mér að dreyma, sama hvað þeir hafa mig. Ég fer niður altarið, komin til að fá þeim frið. Þetta snýst miklu meira, Guð leyfir mér að dreyma, sama hvað þeir hafa mig. Gegnum altarið leiði þig, ég þarf svar, segðu hvar ég á heima. Á ég að bíða eða gleyma, því ég get ekki meira. Ég fer niður altarið, komin til að fá þeim frið. Þetta snýst miklu meira, Guð leyfir mér að dreyma, sama hvað þeir hafa mig. Ég
Þetta snýst miklu meira, Guð leyfir mér að dreyma, sama hver að á mig. Takk fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir þetta, Balti. Dásamlegt lag sem minnir okkur á það, hvað við getum sótt mikinn styrk í því sem gerist við altarið. En altarið náttúrulega tákrænt. Bæði þegar við göngum til altarins, þá erum við að þiggja gjafir Guðs. Og heilagur andi opnar fyrir okkur augun hvað skiptir máli í lífinu. Og það sem ég langar aðeins að tala í kvöld, varðandi heilagan anda, er að heilagur andi er gjöf fyrst og fremst send okkur til þess að mynda tengsl við aðra og byggja upp. Þegar maður skoða hvernig tala andan í Biblíunni, að þá er það ekki bara þannig að hann eigi að fylla okkur, sem hann sannarlega getur gert, og hughreyst okkur og Guð snerti við okkur. Og það er það síðasta sem Jesús sagði, sjá ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar, að því hann lofaði því að vera með okkur í anda sínum, en andinn hann stoppar ekki bara hjá okkur. Þegar hann kemur fyrir í Biblíunni, þá er hann alltaf gefinn til þess að stækka samfélag, eða efla samfélag. Við fáum gjafir, og það er talað gjafir andans. Það er meðal annars talað að þær séu þolinmæði og langlindi og kærleikur, og allar þessar gjafir sem eru nefndar, þær eru alltaf sendar til þess að maður geti nýtt þær öðrum til heilla. Andinn, hann er okkur sendur til þess að byggja brýr, til þess að taka niður múra, til þess að lyfta öðrum upp, til þess að uppörva, til þess að hugga, og við fáum þetta frá Guði og eigum svo að búa til samfélag sem að sameinar. Þannig eru andlega gjafir hugsaðar fyrir almannaheill, til að kenna, byggja upp öðrum til heilla. Þetta er ekki einhverjum svona persónulega medaljur til þess að við förum upp á einhvern stall og stækkum með andlegi bikarar. Þetta eru verkfæri til þess að gera byggt upp það sem er brotið og gera það heilt, til að styðja og byggja upp þau sem er í kringum mig. Og það er svona lykilatriði. Og ég fór að hugsa svona í lífi Lindakirkju og svona kannski nærmanni, hvenær verður maður var við andan? Og við vorum aðeins að tala þetta daginn bara á kaffistofunu, að þá var einhver að spyrja að það sem gerðist á hvítasunnu er að lærisveinir fengu tækifæri og lærðu bara tungumál annarra og byrjuðu að tala tungum. Og í sumum söfnum kristnum þá var mikið tungutal. Ég hef hins vegar aldrei upplifað sjálfur einhverja gjafir andans að ég geti talað tungum eða eitthvað svoleiðis. En ég myndi reyndar eftir einu litlu atriði sem bara þegar við bara spurðum, hefur þú aldrei upplifað tungutal? Og það segir reyndar nokkrum sinnum finnst manni eins og maður bara eigi að segja eitthvað. Og það var lítið dæmi þá kom kona og sagði, er hægt að biðja hérna? Og ég sagði, já, það er hægt að koma hérna og biðja. Þú getur bæði skrifa bara e-mailið þú vilt og svo getur þú farið á bænaaltarinu og hvernig virkar það, sagði hann. Þú getur til dæmis bara skrifa bænarbríð, þú veist, hvernig gerir maður það? Bara skrifa, þú vilt biðja fyrir einhverjum, til dæmis bara, ég ætla að biðja fyrir Þorláksdóttur og það bara fyrsta sem kom upp í huga mín var Þorláksdóttir, sem er ekki eitthvað sem kom, það er ekki margar sem Þorláksdóttir, hún bara, akkur sagði Þorláksdóttir? Ég kom nefnilega hérna til að biðja fyrir mömmu minni sem er Þorláksdóttir. Og ég hugsaði bara, já, það var bara eitthvað sem ég greinilega hugsaði eftir átti að segja, stundum okkur bara gefin einhver orð. Og annað dæmi sem að mér fannst svo merkilegt því ég hugsaði, það lærði þetta að andinn hann sendur okkur til þess að sameina en ekki til að sundra. Og það er lítil saga sem ég hef deilt áður, en kannski ekki alveg í þessu samhengi, en þetta opnaði svo mikið augum mín fyrir hvernig andinn vinnur, að því að ég átti alls ekki von á því að þarna kemur einhver andi. Við vorum í sumarfríi, fyrsta sumarfríi eftir að við erum foreldrar
og vorum á leiðinni með svona sporvagni til Benidorm, einhverju strönd. Það var ótrúlega mikið mannþröng í honum og sonur okkar, hann var 8 mánaða og hann var alltaf svo glaður og alltaf að leita augum og Spánverjar eru svona dálítið mikið fyrir börn, alltaf að kjá og kíkja í vagninn og svona spennt fyrir hann þegar hann var að labba og það var alltaf í góðu. Nefnum við vorum komin inn í hann sporvagn að þá held ég svona á stráknum mínum og beint á móti mér þá var ógæfu maður, bara útigangsmaður og það sat heil enginn í kringum hann að því hann lyktaði. Hann var augljóslega mjög skítugur, hann var bara með 1 eða 2 tennur og svona bar sig frekar illa en litli drengurinn 8 mánaða, hann var ekkert að pæla í því sem hann var búið að forrita mig með. Hvað stöðu þessi? Hann bara kíkti upp og hinn ógæfusami, hann kíkti líka svona upp og svona hálf svona lítill í sér, hann þorði í valla en hann sá bara að þetta var augu sem sá hann og þeir náðu saman. Og svo fóru þeir að brosa og mér fannst það bara alveg ágætt og gaman að því. Þangað til að Nói sonur minn, hann 8 mánaða bara réttir út hendurnar og vill fara í fangans. Og þá fóru bara allar varnir mínar sem búið að forrita í mig. Það getur verið smitsjúkdómar, þetta gengur ekki, hann verður skítur, þú verður að skipta föt og það bara alls konar eitthvað svona, bara fyrst þau bara, nei. En svo var bara eins og það segði mér eitthvað svona, hei, þetta bara augnablik sem fallegt, leyfðu þessu bara gerast. Og útigangsmaðurinn horfði til mín og bað svona leyfi, má ég þigga þessar hendur? Og ég bara, já, og svo fór hann bara í fangið á honum. Og þetta var algjörlega heilög stund í svona 1 eða 2 mínútur sem að þeir áttu sína stund. Og fyrir mér var þetta það sem andinn aftur og aftur að kenna okkur, að byggja brúr og hætta að sjá að það sé eitthvað sem skilur okkur að. Við erum öll mikilvæg í augum Guðs. En andinn, hann líka það mikilvægasta sem að trúin hefur sendt okkur og við erum með þessar 3 hátíðir, það jólin sem kannski stærsta hátíðin allavega það sem að fólk sækir, alltaf troðfull kirkjan þá, svo páskarnir sigurhátíðin, en það yfirleitt að vera örugglega verið þannig í kvöldunum, það mjög oft bara svona standard spurning þegar að vera að spurja hvítasununa, þá fara út í bæ bara, veist þú hvað hvítasunna snýst? Og flestir Íslendingar svona, það ekkert allir með á hreinu að þetta sé hátíð heilags anda og þetta sé stoppdagur kirkjunar. En hann kannski mikilvægastur og mér finnst svo fallegt sem að Sigurbjörn Einarsson sagði þegar hann var að tala hvítasununa og sem kannski mikilvægastu hátíðina og sagði hann, jólin eru björt. Þau myndu þó enga birtu bera ef páskarnir hefði ekki komið. Páskasólin skær, þó hún hefði bliknað ef hvítasunnan hefði ekki runnið upp. Við ættum ekki kristindóminn, fullirir hann, ef að hvítasunnan hefði ekki orðið og við eigum hann ekki án hennar. Af því á hvítasunninni þá komið sér fullvissa yfir lærisveinana sem ákvaða að fara og boða þennan mikilvæga boðskap að hver og einn sem gengur á þessari jörð sem mikilvægt Guðs barn. Og að við stækkum. Svo ég tala aftur franska ventilinn, ef okkur langar að sækja í það sem Guð á í anda sínum, þá þurfum við að opna hjart okkar fyrir því og það sækjum við í Biblíuna, það sækjum við í bæn og iðkun trúarinnar. Og bænin kannski þar mikilvægust, því hún tenging okkar við hennan heilagan anda og fyrir næstu 400 árum skrifaði Hallgrímur Pétursson, hann vissi nákvæmlega þetta, bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmislig, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Og hann síðan fullirir, ef þú notar ekki bænina, ef þú ætlar ekki að þiggja allan kraftin sem býr í Guðs orði og Guðs anda fyrir líf þitt, þá það nánast eins og það sé andvana eða bara líflaust. Og segir, andvana lík til einskis neitt, að sjón heyrn og málist neitt, svo án bænar sálin snauð, sjónlaus, köld dauf og rétt steindauð. Svo endar hann svo fallega, vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vakir þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Og svo að lokum þetta, það eiginlega orðið hefð hjá mér og ég var að hugsa að geti gert einu sinni enn,
En mér finnst það bara að vera tilheyra því ef ég predika á Hvítasunnu. Þetta er nefnilega uppáhaldssagan mín til að ég skilji af hverju heilagur andi sem skiptir svona miklu máli. Søren Kierkegaard, hann var Dani, hann sagði þessa sögu andakirkjuna. Og þetta voru svona endur með vængi, kvekk, kvekk, kvekk. Nema hvað þær kjöguðu allar í kirkjuna. Og svo settust þær inn í andakirkjuna sína, inn bekkina, kjagandi, settust. Svo byrjaði tónlistinn og svo kom predikarinn að segja að minna endurnar á, við þurfum ekki alltaf að kjaga. Við erum með vængi. Við getum notað þessa vængi til að lyfta okkur upp, fari hærra og séð lífið frá öðru sjónarhorni þegar við höfum vængi, við þurfum ekki alltaf að kjaga. Guð gaf okkur vængi, notum vængina. Og allir stóðu bara, við erum með vængi! Og ótrúlega ánægð með þetta og hann hélt áfram með svaka predikun að Guðsgjöfin sem vængirnir væru, verum eins og ernir, förum hátt, svífum kæru endur, nýtum okkur vængina. Og þær stóðu allir bara, vængi, vængi, við erum með vængi! Svo kláraðist loka sálmurinn hjá Óskari Anda söngstjóra. Og hann lappar, og svo þegar predikunum er búin þá taka þær í hendurnar og segja, þetta var frábær predikun, við megum aldrei gleyma að við erum með vængi. Svo þau endurnar og kjöguðu heim til sín hver eftir annari. Það er svolítið góð bóðskap. Muniði kæra fólk, kæri söfnuður, við erum með vængi og við eigum anda Guðs sem að gerir lífið auðveldara og betra. Það var líka svo fallegt sem að Balti Gull söngum hérna fyrir okkur áðan. Förum upp að altarinu, þiggjum leiðsögn Guðs. Við skulum fá kórinn hérna kjagandi upp. Við fljúum allavega ekki. Við ætlum að syngja fyrir ykkur og með ykkur 2 bænalög. Eins og hind. Eins og hind leitar að
Guð, við þökkum þér fyrir að við fáum að koma hér saman í kirkju þinni til að sækja í anda þinn og uppörfun og leiðsögn. Hjálpað okkur að gleyma því ekki að þú ert með okkur alla daga. Þú hefur lofað því. Hjálpað okkur að sækja í þína uppörfun og styrk. Jesús, við byggjum líka fyrir öllu því sem að á hjarta okkar hvílir. Við viljum sérstaklega leggja í þínar hendur landið okkar Ísland. Við byggjum fyrir forseta og ráðamönnum. Við byggjum fyrir kirkju þinni. Við byggjum fyrir þeim sem að vinna í skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu. Já, við byggjum fyrir öllum þeim sem hér búa. Við viljum sérstaklega leggja í þínar hendur öll þau sem að glíma við fíkn. Þeim sem eru föst í klóm erfiðleika og eru áhyggjufull. Við byggjum fyrir þeim sem að eru án atvinnu og hafa afkomu ótta. Við byggjum fyrir þeim sem eru að glíma við veikindi og sjúkdóma. Blessaðu læknana og heilbrigði starffólkið. Jesús, við byggjum líka fyrir öllum þeim sem að eru áhyggjufull og sorgmett, þau sem hafa misst. Veittu þeim huggun þína og styrk. Og allt sem á okkur hvílir felum við þér nú í hljóðri bæn. Hjálpa okkur að sleppa tökunum og hleypa þínum kærleika og þínum anda að. Þess byggjum við að hjarta. Svo segjum við bænina sem þú kendir. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá viljum við kannski bara aðeins koma með smá auglýsingar. Það er spennandi tækifæri hérna, því að kórinn okkar fer nú að detta í sumarfríið sitt góða, að næsta föstudagskvöld þá verða tónleikar hér í Lindakirkju klukkan 8, frábært að byrja helgina þannig, og það verður okkar góði kór undir stjórn Óskars ásamt kór frá Sönneborg í Danmörku, þannig að það verður danskur kór sem syngur hérna líka. Og mikið dýrðir og við lofum að það verða góðir og skemmtilegi tónleikar á föstudagskvöldi klukkan 8. Það er hægt að kaupa miða á miðix.is og hvet ég ykkur bara til að koma og njóta danskra og íslenskra tóna. Er eitthvað fleira sem við þurfum að glemma í þessum? Það er svo flýtað, bara það er svo undan okkur sko, við eftir 2 lög undir bænustundinni, náttúrulega með það, eða þið vilja skrifa bænirefnin. Það er bara svona, andinn er að fara með mig eitthvað alveg fyrirgefið þetta. En það er eftir núna bænastundin sjálf, þar sem að þið geti skrifa niður bænarefnin. Og það skulið þið gera endilega. Skrifum niður bænarefni sem á hjart okkar hvílir. Ef það er eitthvað sem þið hafið áhyggjur af, þá er gott að láta aðra biðja fyrir því líka. Líka ef það er eitthvað sem þið hafið fyrir að þakka. Og þið getið bara setið hérna í sætinu og líka beðið þaðan eða skrifa þetta niður, kveikt á bænakerti, og þið sem eru að fylgjast með í streymi, endilega sendið okkur post á lindakirkja@lindakirkja.is. En förum áfram inn í bænastundina. Gjöf og seiglu
Og við felum Guði að sjálfsögðu öll þau bænarefni sem að hér voru beðin, bæði í hljóði úr sætunum og þau sem að kveiktu bænarljós eða skrifuðu niður og ykkur sem sendið. Það er það sem við sem kirkja erum kölluð til að gera, að biðja saman fyrir því sem að á hjarta okkar hvílir. Og svo átti þetta svo vel við út frá boðskap dagsins að við sungum hér að við þráum að Guð gera okkur eitt í anda sínum. En Óskar, nú spyr ég aftur, er eitthvað sem þú vilt bæta við? Ótrúlegt hérna okkar litla landi að við skulum vera með svona mikið úrval af tónleikum. Það voru hérna fyrir mánuði síðan stór tónleikar hér með 100 rúmlega manna kór og gospelband og svakastuð. Síðustu viku voru stór tónleikar í Keflavík eða í Njarðvík, þess að Rapp Hlíðkvist með gospeltónleika. Í fyrramáli verður bein útsetting á RÚV frá Hvítasunskirkjunni í Fíladelfíu. Það er 90 ára afmæli og ég var nú komin við sögu þar í 30 ár og var nú með í fyrramáli. Og svo annað kvöld er ókeypis tónleikar inn í Fíladelfíu. Alltaf að auglýsa það hér fyrir þá sem vilja. Það verður farið við sögu kirkjunnar og ég stjórna það hljómsveit og kór annað kvöld. En eins og Guðni sagði, svo á föstudaginn þá aðrir tónleikar. Þannig að þið verðið bara í fullri vinnu við að sækja tónleika hér á okkar vegum í kirkjunni og annar staðar. Þannig að föstudagskvöldið klukkan 8 á búið að segja frá því hérna þegar. Já, algjörlega, og kannski bara bæti því líka við að því hún er búin að vera skipuleggja einn sem er hér í æskulýðsstarfinu hjá okkur. Hún er líka mikill bliki en á morgun verða sérstakur styrktarleikur hjá Breiðabliki sem heitir Eitt fyrir kærleikann og það er í minningu Bryndísar Klöru og það verða hægt að kaupa svona bleika bóli og styðja Breiðablik og minningasjóðin Bryndísi Klöru sem hefði átt að útskrifa sem stúdent helgina. En já, hérna, mér langaði bara líka bæta við því. Það er hægt að fara fyrst á leikinn og svo á tónleikana ef maður vill. En takk fyrir komuna í kvöld og vera með okkur. Við erum alltaf send út með hérna drottinlegu blessun og biðja ykkur sem auðvelt með að rísa úr sætum. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og ég vil líka bara þakka aftur Balta Gull kærlega fyrir og kórnum og öllu, en förum í friði og þjónum drottni með gleði. Ég gerum það. En áður að gera það þá syngjum við saman lag sem við endum alltaf hérna á hvítasunnudag. Og þið megið alveg setjast. Upon the mountain where my Lord spoke, out of his mouth came fire and smoke. Looked all around me, it looked so fine. I asked the Lord, could it be mine? Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, sorrow and I have woe, I have had it here below. But what could lead me, I never fear, 'cause I know that He is near. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, the Jordan River is chilly and cold. It tilts the body but not the soul. There ain't but one train up on this track. It runs to heaven and then right back. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time
Já, ég þjóðstartaði sinni áfram. Gerum þetta almennilega núna. Förum í friði Guðs og þjónum drottni með gleði.